2. mars var slökkvilið kallað þessu fjölbýlishúsi í Vesturbergi í Breiðholti. Einhver taldi sig sjá reyk leggja frá húsinu. Þegar slökkvilismenn komu að, þurftu þeir að brjóta sér leið inn í íbúð á efstu hæð sem reykinn lagði út frá. En í íbúðinni var hvorki eldur né reykur, heldur gufa sem átti upptök sín í myndarlegum kannabisskógi. Fíkniefnalögreglan var kölluð til og í ljós kom að öll 3 svefnherbergi íbúðarinnar, salernið og stór stofa voru undirlögð af plöntum. Alls voru 279 plöntur í íbúðinni. Þetta var vel skipulögð ræktun. Búið var að setja falska veggi við glugga í herbergjunum svo að skærbirtan af lömpunum sæist ekki af götunni, en sú birta talsvert frábrugðin hefðbundinni lýsingu. Þá var plöntunum raðað í herbergi eftir því hversu langt þær voru komnar í ræktun. Í stofunni voru stærstu plönturnar og þar þurfti að hafa mest fyrir því að eyða lyktinni. Það var gert með því að smíða kassa utan stofugluggan og í kassanum voru síur og filterar. Útblásturinn og lyktin af kannabisinu fór þær í gegn og svo út stofugluggan. Þetta var svo haganlega gert að utan frá sást bara venjulegur stofugluggi, en reyndar voru gardínunar alltaf dregnar fyrir. Fjölbýlishús í senn snjall og erfiður staður fyrir ræktun út frá sjónarhóli fíkniefnasala. Snjall að því leyti að fáum dettur í hug að í venjulegri íbúð í einu þéttbýlasta hverfi borgarinnar sé stórfelld fíkniefnaframleiðsla. Erfiður að því leyti að það getur vakið grunsemdir þegar flytja þarf lampa, gróðurmold, vikur, áburð og bætiefni í stórum stíl upp á 4. hæð í blokk. Nágrannar höfðu engan pata af þessari starfsemi, en þeir höfðu þó tekið eftir því að leigjendurnir voru alltaf annað slagið að rogast með ferðatöskur í stigaganginum. Ekki ólíklegt að í þeim hafi verið þau aðföng sem ræktunin þarfnaðist. Sá sem grunaður að standa fyrir ræktuninni í Vesturbergi var í útlöndum þegar lögreglan kom þar að. Hann var handtekinn nokkrum dögum síðar á Keflavíkurflugvelli við komuna til landsins. Sama kvöld og hann var handtekinn, þann 11. þessa mánaðar, fór lögreglan í önnur húsnæði sem honum tengjast. Í íbúð í Skipasundi fannst önnur ræktun og rétt eins og í Vesturberginu var þar mikið af plöntum. Þar voru 210 plöntur, en ekki var jafnvel vanda til verka þar og í Vesturberginu, því talsverð kannabislykt fannst vel fyrir utan íbúðina. Þessi maður grunaður að standa bak við báðar framleiðslunar, en samtals voru þar nærri 500 plöntur sem lögreglan lagði hald á. Lögreglan sannfærð að kannabisplönturnar sem verið að rækta í dag gefi af sér mun sterkari fíkniefni en áður var. Plönturnar hafi verið kynbættar í gegnum tíðina í nágrannalöndunum og engin ástæða sé til að ætla að þróunin sé önnur hér. Það engin vafi á því að þessi kannabisplanta hefur breyst mjög mikil og erlendis talað það að það sé hreinlega búið að kynbæta hana. Það að segja að það skaðsemisþátturinn eða það sem að talið raunverulega þetta efnisþátturinn í því sem er ólöglegur, sem talað THC gildi. Svona til einföldunar að það má segja að það hafi vaxið allavega tölurnar erlendis hafa vaxið frá því að vera svona 2% upp í því að vera 20%. Og algenga viðmiði sem til dæmis í löndunum í kringum okkur svona á bilinu 15 til 18% styrkleiki og með því raunverulega skaðsemisþátturinn hærri heldur en þegar hann var í 2% svona til einfölduna. Þess vegna finnst okkur allavega oft þegar menn með þessa umræðu þá menn ofta að horfa til þess að vísa í skaðleysi plöntunar þegar hún í 2%. Þetta svona svipað eins og bera saman alkohólmagn þannig. Maltolið 2,5 eða ekki en rauðvínsflaska eða eitthvað rauðvín í kringum 18-20%. Myndir þú flokka þetta allt sem sama hlutin? Það stundum verið að gera það. Þetta í sjálfu sér ekki sami hlutur. Þetta kannski sami stofninn en búið að eiga mikið við það. Og það eitt af einkennunum sem búin að vera að eiga sér stað í löndunum í kringum okkur og við teljum að það hafi svona smátt og smátt verið að gerast hér líka. Sýni úr hverri kannabisræktun send til Jakobs Kristinssonar, dósents í lyfjafræði við Háskóla Íslands. Hann segir erfitt að fullyrða nokkuð styrkleikan út frá þeim sýnum sem hann hefur fengið. Þau sé einfaldlega og fá í gegnum tíðina til að niðurstaðan sé marktæk. Þá sé styrkleiki plantnanna alltaf mestur á lokastígi ræktunar, en eðli málsins samkvæmt þær plöntur sem lögreglahald leggur ekki alltaf komnar á það stig. Miðað við umfang ræktunar hérlendis ekki ólíklegt að nokkur fjöldi Íslendinga búi yfir mikilli kunnáttu í þessum efnum. Og sú sérþekking gengur kaupum og sölum eins og annað. Á netinu má til að mynda finna íslenskan bréfaskóla í kannabisræktun sem áhugasamir geta skráð sig í.
Samkvæmt vefsíðunni að ræða 3 anna nám, þar sem meðal annars farið yfir uppvöxt frá fræi á fyrstu önninni, svo vitnað sé beint í síðuna, blómsturferli plöntunar tekið fyrir á annarri önn og á þeirri 3. skoða nemendur þurrkun plöntunar svo fátt eitt sé talið. Náminu fylgir afsláttarskírteini sem gildir í búðum sem selja tæki og tól til ræktunar. Ætlast til þess að nemendur séu edrú á meðan á námi stendur og þeir þurfa jafnvel að gangast undir lyfjapróf á námstímanum, samkvæmt því sem framkemur á vefsíðunni. Þegar námi lýkur fá svo nemendur skírteini upp á að þeir séu orðnir meistarar í kannabisræktun, segir á vefsíðunni. Rétt að taka fram að þetta nám ekki lánshæft hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. I'd like to tell you just where I'm from. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Hello, my name is Dr. Green Thumb. Í síðustu viku stöðvaði lögreglan mjög umfangsmikla ræktun í Kjósinni, en þar fundust meir en 600 plöntur. Talið að þessi kannabisræktun hafi verið þar nokkurt skeið en hún var afar vel skipulögð. Athygli vekur að hún mjög svipuð að allri gerð og ræktunin sem lögreglan stöðvaði í Krókálsi í byrjun febrúar. Samskonar rakaheldar gifsplötur voru notaðar, eins rör og vökunarkerfi, samskonar lampar og rafmagnsútbúnaðurinn var einnig áþekkur þeim sem notaður var á Krókálsi. Enn ekkert hægt að fullyrða það hvort sami maður eða menn standi á bak við báðar framleiðslurnar. Einnig möguleiki að sami verktæki ef svo má orði komast hafi sett upp báðar fabrikurnar en sitt hvor aðilinn sjá sjálfa ræktunina. Lögreglan vill sjaldnast gefa upp hvernig hún kemst á snoður þessar ræktanir sem hún hefur upprætt á síðustu mánuðum. Stundum eru það tilviljanir eins og var með íbúðin í Breiðholti en oft eru það ábendingar frá almenningi sem skipta sköpum fyrir lögreglu. Fólk hefur haft samband við lögreglu vegna torkennilegrar lyktar, grunnsamlegra mannaferða eða jafnvel vegna þess að það heyrir stöðugt vatnsrennsli á einkennilegum stöðum. Almenningur hefur veitt athygli húsnæðum sem að kannski greinilega búið að vera að vinna í og breyta. Það að segja verið að byrgja fyrir glugga og stundum í einhverjum tilvikum hafa menn hreinlega fyrir einhverja tilvíðun séð inn í húsnæði þar sem við sjá að það mikla framkvæmdir og ég veit ekki, einhverjum tilvikum kannski ekki litist á félagskapinn sem að þar og þegar þeir heyra umræðuna það að við séum að taka mikið af framleiðslu af kannabisefnum eða fíkniefnum þá hringi þeir og segja mér finnst eitthvað undarlegt sem að gerast við bílskúr á einhverju tilteknum staði eða einhverju húsnæði. Það oft sem að mann hefur ekki tekist að fela þessa sterku lykt sem að frá framleiðslunni og raunverulega líka bara af mönnunum. Það að segja að þú sem ert mikið inn í svona ræktunum að þú hreinlega angar af þessari lykt þannig að það leynir sér ekkert hvar þú hefur verið. Menn hafa reyndar verið að fara fram hjá því eins og við höfum séð í sömu ræktunum þar sem menn hafa hreinlega verið með sturtuaðstöðu og skipta algjörlega fatnað áður en þeir fara út. Þannig að þetta kannski svona fyrstu atriðin sem að menn vekur athygli manna og svo umferðin raunverulega í kringum þessa staði. En ég held að eftir því sem að ræktunum verður fullkomnari, því raunverulega svona eðlilegri verður umsýslan í kringum húsnæðið. Þannig að ég held að þessi einkenni sem við erum að nefna núna, þau munu líklega verða svona meira hverfandi með tímanum. Það sjónarmið augljóslega útbreitt meðal lögreglumanna í fíkniefnadeildinni að dómar í þessum ræktunarmálum sé ekki mjög þungir hér á landi miðað við það magn sem ræðir. Oftast að ræða 2 til 6 mánaða skilorðsbundna dóma. Fyrir sambærileg brot í Noregi eru menn dæmdir í 2 til 4 ára fangelsi. Hvort dómar fyrir þessi brot þyngist hér á landi verður tíminn að leiða í ljós, en hitt morgunljóst að mörg svona mál koma til kasta dómstóla á næstu misserum. Í dag og í gær hefur lögreglan stöðvað 3 ræktanir til viðbótar og lagt hald á það bil 1000 plöntur. Það sem af ári lögreglan því búin að haldleggja 6000 plöntur. Við höldum áfram umfjöllun þessi mál á morgun. En eftir augnablik förum við yfir þær viðvaranir sem stjórnvöld fengu